heyrðu, nú ætlum við að slá á þráðinn og nýta tæknina, nota Zoom og hringja til Moskvu. Þar hún Natasja S. sem skáld, býr á Íslandi og yrkir á íslensku og hefur fengið verðlaun og síðasta bókin hennar Mara kemur í heimsókn. Fjallaði raunverulega ferð hennar til heimalandsins. Það ekki rétt hjá mér, Natasja? Varstu ekki að yrkja svona ferðsvip og þú ert í núna til heimalandsins? Já, einmitt. Ég skrifaði hana í fyrra þegar ég var í Rússlandi. Það var í rauninni, ég var að skrifa önnur bók en af því að mér fannst það svo athyglisvert að vera hér eftir svona langan tíma. Þannig að ég byrjaði að yrkja ljóð líka og að lokum var þetta ný ljóðabók. Og bókin fjallar að einhver leyti það hvernig það að vera Rússi eða rússneskona í dag undir þessum atburðum og hvað þetta áhrif hefur á þig og sjálfsmynd þína, samskipti við fjölskyldu og föðurland eða móðurland, þetta ekki móðurland. Já, í rússnesku það bæði í rauninni, en ég held núna það miklu meira að nota svona móðurland eins og eitthvað sem maður á að vernda, svona móður. Þú komst hingað í spjall til mín þegar bara stuttu eftir innrás Rússa í Úkraínu og ég man alveg eftir þessum samtölum að því að það var svo merkilegt að bara horfa á þig og hlusta á þig, tjá þig hvað þetta hefur mikil áhrif á fólk þegar að allt að því kannski það þannig að svona föðurland eða hvað maður kemur, maður kannski ekki mikið að hugsa þetta og kannski átta sig ekki alveg á því hvað þetta í persónum hans og hvar það liggur og eitthvað fleira. En það var svo merkilegt að tala við á þessum tíma að allt í einu átta með sig á því hvað þetta raunverulega djúpstætt og hvernig þetta blandast mikið bara inn í bara blandast bara mikið inn í persónum hans, móðurlandið eða föðurlandið. Kom þér þetta óvart þarna eftir innrásina hvað þú ert mikill Rússi og hvað það var erfitt að vera Rússi undir þessu kringumstæðum? Já, ég var líka svona að velta því fyrir mér daginn. Ég var eitthvað að tala með vinkonu og við fórum yfir svona gamlar myndirnar mínar og ég sýndi henni mynd af mér svona í mars 2022 og ég var bara næstum því 20 kíló minna en ég núna og hún var bara, varstu ekki að borða neitt? Og ég sagði, nei, á því tímabili var ég ekki að borða mikið og hún bara, nú af hverju? Ég bara, þú veist, af því að það var innrás í Úkraínu og hún var bara, og hvað þá? Og hún býr hér og ég hugsaði að hennar upplifun var bara allt öðruvísi og kannski það mikið af fólki sem upplifið þetta ekki eins mikið, svona eins mikið hrylling eins og það var. Ég veit ekki af hverju, kannski út af mismunandi fréttum sem við erum að lesa, en samt já, ég held minn rússnesk hlið var svolítið stærri eftir innrás og mér finnst svolítið mikilvægt núna að vera hér, ekki bara út af fjölskyldu ástæðum en líka bara mig langar að sjá það, mig langar að skilja það og það búin að líða 3 ár og svona margt hefur breyst kannski, allavega fólk búin að venjast því, en já, það svolítið orðin stærri partur af mér en það var kannski. En þetta líka persónulega erfitt, býst ég við að þú ert kannski ekki með sömu svona afstöðuna til þessar innrásar eins og fólki sem býr í Rússlandi og hluti af því samfélagi, ekki með annan fótinn úti eins og þú. Og það fólk sem nákomiður, þannig að þetta svona mál sem kannski ekkert svo auðvelt að ræða við fólki sem maður elskar? Ég bara geri það ekki lengur. Það meikar engin sens. En ég heyri svona
af og til að fólk byrja að kalla þetta stríð. Það eru margir sem vilja þetta ljúki, en ég held þau eru að kenna samt svona Bandaríkin eða Úkraínu eða einhver annan. En ég allavega sér engin fólk sem hrifin af þessu, sem vilja þetta haldi áfram. Allir vilja að þetta ljúki sem fyrst, sem gerist við miður ekki. En foreldrar mínir til dæmis, þau eru bara alltaf að horfa á fréttir og ég veit hvað þeim finnst það og þau vita hvað mér finnst það og við bara ræðum það ekki, af því að við munum bara rífjast og það meikar engin sens að rífjast. En að því að ég var svona að tala að hvað föðurlandið eða móðurlandið bara stór hluti af svona sjálfsmynd manns og kannski meira af Íslandi heldur en í Rússlandi, því að ég held að sé meira þegar maður hluti af einhverju smáþjóð. Allavega tekur maður eftir því að maður hittir Íslendinga í útlöndu sem kannski búið þar í 20-30 ár, að þeir fara að tala íslensk málefni og ætla að fara að lækna Ísland bara eftir 3 mínútur í samtalið. Þannig að það er mjög ríkt í Íslendingum að vera Íslendingar og vera með svona sama ábyrgð á hópnum einhverjum hætti. Varðandi þetta, þegar út af svona stórri þjóð eins og rússnesku þjóðinni sem með gríðarlega menningu og áhrifaríka menningu sem haft áhrif langt út fyrir Rússland. Maður heyrt svona talað það undanfarið að þetta sé ofbeldismenning, að það sé inngróið einhvern veginn í rússneska þjóðarsál og rússneska menningu, svona yfirgangur og ofbeldi. Og þetta heyrir maður frá kannski fólki sem býr í Eystrasaltslöndunum og Finnlandi sem bara vant í að horfa austur og horfa á ógn þaðan. Hvað hefur þið farið í gegnum eitthvað svona endumat á því að hver svona essensinn í rússneskri menningu? Hver svona kjarnin í íslenskri menningu? Getur það verið að í rússnesku menningu sé einhverjir þræðir sem eru bara ekki góðir, sem að ýta undir það að Pútín tekst að fara fram með þeim hætti sem hann gerir í dag? Mér finnst svolítið erfitt að segja að menning ofbeldisfull. Að því að fyrir mér menning allt öðruvísi en pólitík. Og pólitík ofbeldisfull, en ekki kannski menning. Eða ertu að meina svona mentality kannski? Já, það það sem maður heyrt frá fólki sem býr í Finnlandi og Eystrasaltslöndunum. Þú kannast nú við þetta, það sem bara verið að dímonísera Rússa eins og að það sé eitthvað að rússneskri þjóðarsál sem veldur því að hún fer með ofbeldi gagnvart öðrum þjóðum. Ég ekki haldið þessu fram, Natasja, ég bara að spyrja, þú veist, hvernig þú metur þetta. Ég hef áhuga að vita hvernig að lifa sem hluta menningu og kannski innan ríkis, þar sem að maður bara mjög ósáttur við stefnuna, mjög ósáttur við það sem dregið út úr menningunni og lagt áherslur á. Hvort að það valdi því að maður sjálfur fer í svona endurmat á því hvers, þú veist, gildi þeirra menningar sem inn í beinunum á manni? Ég held stór partur af því einmitt demonisering, af því að þú veist, þegar maður hér, þá myndin bara allt öðruvísi. Sérstaklega í Moskvu Moskva ekki þannig séð Rússland, af því að þú veist, í litlum borgum og bænum það kannski öðruvísi, en allavega svona í stórum borgum lífið bara heldur áfram og víst það svona mikið ofbeldi, en það kemur frá ríkisstjórninni niður. Ég myndi ekki segja að þú veist, fólk ofbeldisfull. Það víst það að hluta til, en ekki eins mikið eins og það tala myndi ég segja. En á sama tíma þegar maður uppvaksin með svona ofbeldi sem maður sér í sjónvarpinu alla daga, þú veist, og heyri fréttir og þetta víst hefur áhrif, en fólk bara fólk og það vingjalegt og þú veist, vil lifa sínu besta lífi.
En allavega svona, ef maður horfir á sjónvarp, það ofboðslega mikið að svona lokka þættinum þar sem allir bara búm, 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 drepin og þú veist, alls konar sem mér finnst ekki ofboðslega sniðugt að hafa í svo stóru magni og það svona kynslóð foreldra okkar sem mjög hrifin að horfa á þetta, sérstaklega kvöldin þegar maður kemur heim úr vinnu og svona borðar kvöldmat og horfa á sjónvarp, það bara ofbeldi í sjónvarpinu í rauninni. Þannig séð myndi ég segja að það svona hluti af menningu, en það samt svona líka hluti af áróðri, en menning líka miklu stærri og núna það mjög margt sem að gerast, það mikið af fólki sem að reyna að gera eitthvað gott, sem lenda í fangelsi eða eitthvað, sem líka hluti af ofbeldi, en það samt ekki hluti af menningu, myndi ég segja. Já. Það hefur verið svolítið svona spenna í kringum rússneska menningu og margir rússneski listamenn hafi ekki fengið að raunverulega spila eða koma fram í vestrinu. Það var núna fyrir 2 vikum voru tónleikar hjá Sinfóníunni þar sem að var fiðluleikari kom, ungur Úkraínumaður, fæddur í Kharkiv, Dmitri Udivichenko, sem að spilaði fiðlukonsert eftir Tchaikovsky. Og mér fannst það einhver leyti merkilegt að hlusta á það því að Úkraínumenn og Rússar deila náttúrulega stóru leyti sömu menningu, þó að séu mikið kappsmál í það að rjúfa þarna á milli. Og mér fannst svona eitthvað fallegt við að hlusta á þetta því að verða að segja það. En mér langar að spyrja í því samhengi, verið að ræða það í Rússlandi, þessi svona aðgreiningu eins og í Úkraínu frá rússneskri menningu, verið að tala Úkraínumenn sem hína eða gera ólíka eða lögð áhersla á svona sameiginlega sögu eða hvað Úkraína í hugum Rússa í dag? Ég held fyrir þau sem svona að hlusta á fréttir, það sem ég heyri frá þeim að Úkraínumenn hata Rússar, hefur alltaf hatað okkur og bara svona. Og þetta bara svo öðruvísi narratíva eins og það var áður en innrásin hófst. Sem þýðir að það bara mjög auðvelt að stjórna fólkinu gegnum fréttir og fólk sem kannski ekki vön að hugsa sjálf. En það ekki mikið, þú veist, ég held fólk yfirleitt bara þreytt af þessu og ég held það líka svona von að Trump mun laga það. Trump frekar vinsæll hér, apparently, og allir svona vona að hann mun laga það, en það ekki mikið tala það. Það víst hættulegt fyrir þau sem á móti og þau sem ekki á móti. Þú veist, það búið að líða 3 ár, þau hafa eitthvað annað að segja aðra hluti. En maður hlýtur að vera í svolítið miklu vanda ef að von manns Trump. Ég bara veit ekki. Ég reyni ekki, ég ætti von að þetta mun klárast þegar þau byrja að tala saman, en nú ég bara hætti að fylgja fréttir. Og vona ekki neitt. Já. En við vitum að í Úkraínu rússnesku mælandi fólk og einkum í austurhlutunum og það hafa verið mikil tengsl á milli þessar landa. Fyrir 2 árum þá talaði ég við menn sem að búa annar Úkraínumaður og hinn Rússi og þeir gátu eiginlega í hvoru landinu verið. En ég býst við að í svona gegnum tíðina þá hefur tengslið verið mikil og það séu töluvert af fólki sem frá Úkraínu sem býr bara í Moskvu til dæmis. Fólk hefur gifst á milli og fleira. Heldur það sé erfitt að vera Úkraínumaður eða vera Úkraínumaður og í Rússlandi í dag? Ég held ekki. Ég held þau sem hér völdu að vera hér og
ég held ekki það erfitt fyrir þau. En það fer eftir því hvenær þau fluttu hingað. Við erum til dæmis með nágranna í húsi þar sem foreldrar okkar búa, foreldrar mínar. Þau eru frá Donetsk, þau eru búin að búa hér í eitthvað 20 ár. Og þú veist, við erum bara með fín samskipti, þau fara þangað held ég af og til, en þau eru svona pró-rússnesk, gott fólk, þú veist. Þegar ég fer yfir landamæri, ég tek eftir því að ef manneskja með ukrainska vegabréf, þau eru alltaf að fara í svona sérherbergi og svona tala meira. En þannig að það er svolítið erfitt að komast inn. Þau eru spurt mikið og smá vesen, en ég held þau sem eru ekki pró-rússnesk mun ekki fara hingað. En þú ert í Moskvu í svona persónulegum erindum. Þú býrði á Íslandi og yrkir á íslensku og ertu íslensk? Ætlar að verða íslensku ríkisborgari eða ertu orðin það kannski? Jú, ég er orðin í desember í fyrra. Það er gaman að því. Þannig að þú kemur aftur til Íslands, regnarðu með? Jú, ég gerir það. En að því var að spyrja hvernig verður að vera úkraínumaður í Rússlandi, þá kemur að því hvernig er að vera Rússi á Íslandi og þú lendir náttúrulega í mönnum eins og mér sem að rétt nær að segja halló og fer svo að tala við Rússland, þannig það er svolítið mikil byrði að vera með þetta út af þessari stöðu. Ertu orðið þreytt á því að vera Rússi vestamegin? Jú, ég er svolítið þreytt af því. Ef ég væri ekki að tala með hreim, þá væri það kannski auðveldara. En ég held það er ekki bara að vera Rússi, heldur líka innflytjandi, af því að þessi spurning hvaðan ertu, þú talar svo góða íslensku, það bara fylgir hver einasta, þú veist, samtali með nýju manneskju og það er bara þreytandi. Ég sér ekki mig sem Rússi, sem innflytjandi, ég sé mig sem kona, sem rithöfund, sem manneskja, sem sportdreka, þú veist, en ekki sem þjóðerni mitt. Og ég er rússnesk bara á Íslandi. Í Rússlandi ég er bara venjuleg manneskja og það er mjög næs að vera mjög venjuleg manneskja. Þú veist, þegar ég fer til læknis, enginn spyr mig hvaðan er ég. Og það er bara mjög svona fersk. Já. Ég skil vel hvað þú að segja, dóttir mín, hún er frá Tógó, ættleiddum hana þegar hún var ungabarn og svo hefur hún farið til Tógó eftir þetta og það er bara léttir á flugvellinum að vera orðin ekki sá sem allir horfa á, eins og er raunin hér að þú ert blökkahörund og fá að vera bara hluti af hópnum. Þannig að það er sambærileg tilfinning sem að þú færið þegar þú ferð til Rússlands að fá að þurfi ekki að vera Rússi. Einmitt. Og það er líka það er mjög margir innflytjendur í Moskvu allavega, mikið af fólki frá Uzbekistan, Tadjikistan, mikið af Kínverjum. Ég byrjaði að fara í svona nálastungur og það er Kínverjar sem tala mjög góða rússnesku og ég er svo hissa, ég næstum því spurði, þú veist, hvað þau búin að vera lengi hér og hvað þau lærðu í rússnesku og svona, en ég bara nei, ég ætla ekki að vera eins og allir. Já. Herðu, Natasja, takk fyrir að taka símann. Erum að hringja til Moskvu og gangið bara vel í þínum erindum og ég býst við að það komi þá part 2 af þessari ljóðabók. Mara snýr enn aftur. Þetta verið bíómynd. Herðu, kæra þakkir og bara heilsa öllum í Rússlandi. Takk hérlega. En við sittum hérna áfram við rauðaborðið og erum alltaf að reyna að skilja hennan heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.